Komið sæl og góða kvöldið. Velkomin í kvöldkaffi á N4. Ég er komið með ansi góða gesti. Það er að sjálfsögðu bleikur október og þá erum við svolítið að ræða krabbamein og það er algengara að sé verið að tala krabbamein hjá konum í bleikum október. En við erum bara í svona uppreisna gír hérna á N4. Þannig að við ætlum að tala krabbamein hjá körlum sem vissulega líka hefur áhrif á konur. En Guðmundur, þú ert komin hérna til mér. Segðu mér frá hvað kallið ykkur? Félagið heitir Framför. Framför, það er félag sem heitir Framför. Krabbameinsfélagið Framför. Krabbameinsfélagið Framför. Og Böðvar Finnbogason, þú ert að koma til okkar frá Skagafirði. Já. Sem í rauninni einstaklingur sem hefur greinst með krabbamein, er það ekki rétt hjá mér? Já. Ok. Eigið þið einhverja svona góða minningar frá kvöldkaffi? Hafið þið... Margar. Já. Það er alltaf gaman að taka kvöldkaffi og spjalla. Já. Getur rifið eitthvað upp? Hvernig var kvöldkaffi í gamla daga hjá ömmu eða mömmu eða eitthvað? Það var aðeinslega að hlusta á afa bara held ég. Já, var afi bara að tala? Já, þetta var svolítið hérna áður fyrir að kallarnir töluðu meira, konurnar minna. Já. Ég að vísu alveg upp í fjölskylda sem konurnar gátu verið mjög aggressívar. Nú, já. Já, svona ákveðnar. Hvað kemur til? Já, það er bara misjafnt á milli bæði ætta og kynslóðin sem gengur. Jú. En nú er þetta allt miklu jafnara. Jú, það er ágætis framfyrir því. Framför. Já. En ok, en það er sérst verið afinn sem að tjáðu þessi mest í kvöldkaffi. Já, þannig séð. Ég man ekki svo mikið eftir kvöldkaffi. Ég man meira svona eftir bara kaffispjalli á daginn. En það er náttúrulega þetta algenga bara að það er verið að taka mannlífið og tilveruna, pólitíkina og sérstaklega ef það eru kosningar. Jú. Þá er mikið rætt pólitíkina, en það er alltaf gaman að taka svolítið umræðina, en fólk tekur náttúrulega misjafnlega þátt í umræðu, sem taka hana mjög persónulega og meðan aðrir eru mjög víðir og umræðlindari. Einmitt. En þetta er mjög kvöldkaffi eða umræða yfir höfuð, það er skemmtileg. Já, og nauðsynlega líka. Já. Upp á að bæði ekki bara að útskýra hlutina fyrir öðrum, heldur að útskýra hlutina fyrir sjálfum sér. Og hlusta á aðra. Og hlusta, það þarf líka að gera það. Já. En hvað segir þú, Böðvar? Er þú kvöldkaffi í sveitinni? Manstu eftir eitthvað svoleiðis? Já, ég man eftir því en ég fór nú snemma heiman úr sveitinni að vinna einhvers staðar í burtu en ég man eftir þessu kvöldkaffi og kannski sérstaklega að það var alltaf kvöldkaffi á Bakkelsi Já, ég er að klúðra þessu. Sem maður gerir ekki í dag Já, ég þarf að gera þetta aðeins huggulegra. Kvöldkaffi sem að ég ólst upp við, sem var ofsalega huggulegt. Það var nú iðulega bara ég og amma mín En það var alltaf Homeblest eða eitthvað öðruvísi súkkulaðikeks og mjólkuglas allan á meðan maður var svona lítill drakk ekki kaffi. En hvar í sveit ólst þú upp? Ég fæddist og ólst upp í Lítistaðahrepp í Skagafirði og ég fór náttúrulega snemma heiman út á skóla og vinnu eins og margir aðrir en byrjaði svo að búa í Varmahlíð 81 og hef búið þar síðan Já, einmitt. Hvernig er það, svo við bara vindum okkur beint í það, hvernig er það, heldur það sé áskorun að greinast með svona alvarlegan sjúkdóm út á landi, frekar heldur en einhvers staðar? Ég veit það ekki, hvað ég að segja, ég ætti ekki að vera það, en samt utanumhaldið held ég meira í þéttbýlinu heldur en út í dreifbýlinu. Já, segðu mér aðeins frá þínum sjúkdóm. Ég greinist nú fyrst 2012 og fer í meðferð í Reykjavík 2013 og ég bjó bara í bænum í einhverja 5 mánuði. Já, þú fengið íbúð og var hérna í geislameðferð og lyfjum. Og mér fannst þá að utanumhaldið var svo gott. Já, þegar þú varst þar í rauninni. Já, að þetta gerist hratt og leið ég greinist maður er vísað strax í þessa lækna fyrir sunnan. Já. Og mér fannst, maður var svona settur í bómull fannst mér Já. Og ég átti nú félag og vini í Varmahlíð og nágrannir sem voru búin að greinast eins og með svona krabbamein og gangi gegnum svona meðferð og voru konir yfir það eða gekk vel. Og ég leit, þetta var náttúrulega áfall að greinast en ég leit þannig á að ég væri bara, þetta er bara tímabili, ég geng bara í gegnum þetta eru einhverjir mánuðir og svo er þetta bara búið og svo heldur bara lífið áfram. Já. Og það var reyndar þannig Já, en það er auðvitað náttúrulega þegar það er ekkert annað í boði þá gerir maður hlutina bara en væntanlega hefði samt verið þægilegra að geta verið nær heimili sínu í þessum aðstæðum eða? Já, reyndar að vísu var kona mín með mér í bænum þennan allan tíma þannig að
og börnin okkar flutta heimann, þannig að heimili var bara ég og konan. Já. Þannig að þetta var svona... Já, þú færðir eiginlega bara heimilið. Já, ég færði bara heimilið mitt og ég hafði það bara ágætt í Reykjavík, þannig lagað sko. Og kannski fínt að vera út af því utanumhaldi sem var í bænum. Bæði Krabbameinsfélagið og það var ljósið og svo það sem Landspítalinn hafði búið að bjóða. Já, og þú hefur greinilega verið duglegur að nýta þér það sem var í boði. Já, sérstaklega ljósið. Mér varst ljósið náttúrulega einstakt sko. Það byrjaði ekki alveg strax þar en leið og ég kynntist í þá var þetta rosalega fínn staður sko. Já. Og notar þetta að koma þarna. Maður var svo velkominn og þetta var eins og annað heimili manns. Það bara, mér fannst það sko. Já. Það labbaði bara inn og það var sagt bara kaffibollar eru þarna og kaffikanna þarna sko. Og eina sem ég beðið hann að gera sko var að þegar út búinu bollarniðinum setta það upp út á vélina. Já, ok. Það var ekki flóknara sko. Það er eins sem þú ert að leggja á þig. Já, og maður bara droppaði hann inn sko. Svo voru náttúrulega fræðslufundir og ýmist sem var í gangi í jóga og maður fór í líkamsrækt og það var svona margt í gangi hann að maður hefur nóg að gera sko. En þú hefur greinilega einmitt verið duglegur að nýta þér það sem var í boði, en það er ekkert allir sem að gera það. Nei, því miður þá er það þannig að ef að horft á bara rannsóknir sem hafa verið gerðar, þá er 80% af körlum allavega sem að greinast með blöðruhálskirtilskrabbamein og vísu körlum kannski yfirleitt, eldri körlum, sækja sér stuðning að mestu maka. Já. Og það er svolítið... Finnst það bara nóg? Já, þetta er eitt af grundvallaratriðunum hjá okkur að þegar við fórum að skoða hvernig við getum sinnt okkar hlutverki sem stuðningsaðili og umönnunaraðili í samtöku karla, að þá erum við að taka inn þarna áherslunar á makana og erum í raun og veru byggja fræðsluumhverfi fyrir maka og líka náttúrulega stuðningsklúbb sem við nýbúið að stofna. Þurfa væntanlega stuðning líka. Já, og það kom okkur óvart því að það er ekki nema 3 vikur síðan við stofnuðum með stuðningsklúbb maka, Trausta maka, og það voru yfir 20 mann sem kom á fundin eða fyrsta fund og 30 sem voru á netinu. Já. Og í streymi. Þannig að það hefur alveg verið eftirspurn. Já, greinilega og miklu meiri heldur en gerum grein fyrir. Og annað líka sem er svolítið áhugavert að við erum með núna 2 karlahópa sem annars vegar frískir menn sem eru virkt eftirlit og síðan vorum við með hóp sem heit góðir hálsar í Krabbameinsfélaginu og blöðruhálsar í ljósinu því að við tengjum saman ljósið og Krabbameinsfélagið og Jakob sem stýrir blöðruhálskirtilshópnum í ljósinu í stjórn hjá okkur. Og í þennan hóp eru núna 2 fleiri að koma eftir ár. Þannig að við erum greinilega að ná árangri og það er greinilega miklu meiri þörf heldur en við gerðum grein fyrir. Já, er þetta bara er þetta bara svona fólk að heyra af þessu eða er þið mikið í kynningastarfi eða hvernig náið þið til fólks? Við höfum svolítið verið í kynningastarfi og það er kannski það sem einmitt hefur háð okkur að við eigum í erfitt með að nálgast þessi aðila vegna þess að þeir eru mestulega að tala við sinn maka og er ekki mikið að sækja hlutina og ekki til okkar frekar en annara. En við erum einmitt að fara núna og erum að fara að hitta stjórn félags stærðfræðisérfræðinga og sem er mjög áhugaverður hópur að mörgu leyti því að nánast allir sem að greinast koma í gegnum þá, annarkvort út á landi eða fyrir sunnan. Okay. Og við ætlum einmitt að setjast niður með þeim og reyna að finna einhvern ferli sem hjálpar þessum aðilum einmitt og þá koma þeir kannski fyrr að borðinu og fá upplýsingar strax um hvað hægt er að fá sem aðstoð. Áður en að makinn er alveg búin að slegast undan. Nei, þetta snýst báða og ég það má ekki gleyma því að þetta er ekkert minna áfall fyrir maka jafnvel stundum. Nei, það ég meina sko að meðan þú endalaust notar makann þinn til þess að aðstoða þig sem að sjálfsögðu væntanlega er tilbúin til en það er náttúrulega bara álag líka að vera aðstandandi. Sjálfsögðu og það er einmitt þetta tvennt bæði að sinna karlmönnunum á þann hátt sem að þeir vilja og það er kannski það sem hefur vantað svolítið í bara umönnunarfélögum almennt að þetta eru konur móðalega mikið sem eðlilegt og áherslunar hafa kannski verið svolítið kvenlegar og við erum að reyna að breyta því svolítið þannig við erum eiginlega fyrsta svona karlafélagið í þessu umhverfi sem er að koma í langan tíma og hefur ekki verið í þessu formi áður. Nei. Og þar erum við einmitt að reyna að setja þetta fram á forsendum karla og þannig að þeir tengi við það. Því miður eins og sem aðildarfélögin segja þeir koma einu sinni í karlarnir, kannski tvisvar, en svo hverfa þeir. Já. Og við erum að reyna einmitt að búa til þetta umhverfi þar sem þeir koma ekki einu sinni, þetta koma aftur og aftur og aftur og finna í raun og veru og við finnum það sérstaklega Það verður svona félagslegt. Já, og það er alltaf áhugavert að nefna félagslegt vegna sem við erum að setja í gang það sem við kallum vinaverkefnið og hann er nú á Skagafirði, hann Böðvar og það eru margir þar einmitt sem eru greindir, held ég,
Það náttúrulega mjög margir greindir í Skagafirði. Já. Ég var að meina, þú veist, það finnst hvernig þú túlkar þetta orð. Ég var að reyna að vera fyndin, en já, alltaf leið. En allavega að tengja saman sko óformlega aðila í ákveðri staði, í hverju byggðarlagi, þannig að menn geti talað saman, því að það er sú þörf sem maður upplifað sem mest þörf fyrir. Já. Það að ekki endilega einhver formlegi fundir eða stuðningur. Svona jafningjastuðningur, já, einmitt. En sko, segðu mér aðeins frá, sko, þetta heitir Framför og hvenær í rauninni stofnuðu þetta félag? Sko, Krabbameinsfélagið Framför, sem er félag karla sem hafa fengið blöðruhálskirtilskrabbamein og aðstanda, það er stofnað upphaflega 2007 og Oddur Benediktsson stofnaði þetta, það er stofnað sem styrktarfélag. Ég kom til starfa sem framkvæmdastjóri hérna í 60% starfi í ágústi fyrra. Fyrirgefðu, ég er að trufla þig, en þú sem sagt hefur þá greinst líka, væntanlega. Já, ég greindist fyrir 10 árum. Þú greindist fyrir 10 árum og hver er staðan hjá þér? Já, ekki sem ég best bara þokkaleg. Ég hef ekki fundið eitt eða neitt og það ég er svo lánsamur að eins og með Böðvar að hann færi aftur og það er alltaf hætta. Já. En 10 ári langur tími og maður veit aldrei að þetta gæti komið á morgun þess vegna. Já. Eða í næstu viku, en þetta er svo misjætt á milli einstaklinga hvernig þetta er. En þú ert aldrei laus við þetta. Nei, maður ventar alltaf aðeins með þetta í huganum. Já. Hérna, nú er tíminn allan að flóin frá okkur fyrir auglýsingarhlé. Þannig að það er ótrúlega hvað tíminn flýgur þegar maður er að spjalla yfir góðan kaffibolla. En eftir hlé, þá langar mig aðeins að spjalla það sko, hvernig í rauninni þið reynið að sinna landsbyggðinni. Af því ég veit að þið eru mikið í því, sem við erum mjög ánægð með. Heyrðu, við ætlum að hoppa aðeins í auglýsingarhlé. Við hérna fyllum á kaffibollana og verðum klár með spjallið eftir örfáar auglýsingar. Velkomin aftur í kvöldkaffi. Þetta er aldeilis huggulegt hérna hjá okkur. Við erum að ræða Framför sem er krabbameinsfélag. Krabbameinsfélagið Framför er félag karlana sem hafa fengið blöðruhálskirtilskrabbamein og aðstandenda. Algjörlega. Það er eins og þú hefur sagt þetta nokkru sinnum áður. Já. Mögulega. Akkurat. Já, einmitt. En hérna, það sem við ætluðum svona kannski að halla okkur að núna var sem sagt, það er kannski ekki alveg sama að greinast með krabbamein út á landi eins og á höfuðborgarsvæðinu. Hvernig er það en þið eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu? Já, Framför er náttúrulega landsfélag. Já, en svona allavega stjórnin. Já. En hvernig eru þið í rauninni að því þú segir að þið sinnið allir landsfélag? Sko þetta er bara mjög áhugavert og þetta er eitthvað sem má ekki gleymast. Stór hluti af þeim sem búa á Íslandi eru ekki búa endilega á höfuðborgarsvæðinu. Og sá hópur gleymist oft. Já. Ég var nú bara núna föstudaginn á Egilsstöðum og þar vorum við í samstarfi við Krabbameinsfélag Austfjarða að stofna Kaldaklúbb. Og það sem var náttúrulega enn áhugaverðara og skemmtilegra, þetta var fyrsti viðburðurinn í nýrri starfsstöð, þannig að þetta var meira átt að gaman. En þarna líka heyrði maður umræðinni hjá þessum köllum sem hittist þar, að það er greinilega munur á því að vera á landsbyggðinni og vera í Reykjavík. Og við höfum tekið upp alveg frá því á síðasta árið þegar við byrjuðum að skoða þessi mál, mikla áherslu einmitt á að reyna að sinna landsbyggðinni svo hægt er. Og reglan er sú hjá okkur, ef við erum með viðburði, þá reynum við að streyma frá þeim. Og það sem var svolítið merkilegt eins og við tökum þetta, ég myndi að streyma frá viðburði, þá vorum við með stoppfund þarna á Trausti Maka-stuðningsklúbbnum okkar. Og það voru rétt rúmlega 20 mann sem mætti á staðinn, en það voru 30 á streymi. Og bara þetta segir okkur hvað þetta skiptir miklu máli að opna það sem er í gangi og að þeir sem eru ekki á staðnum á höfuðborgarsvæðinu eða komast ekki og eru út á landi, að þeir hafi aðgang að því að taka þátt. Og komum til að leggja mikla áherslu einmitt á þetta og síðan erum við líka með í undirbúningi og erum að byggja upp fræðslunett og þar einmitt verður aðgangur að sambærilegum hlutum, vinnustöðum, námskeiðum og öðru sem er oftar en ekki á höfuðborgarsvæðinu og þú getur komið og tekið þátt í. En þarna ætlum við að taka þetta efni upp jafnóð og setja það inn á fræðslunettið og þar leiti aðgang fyrir þá sem er landsbyggðinni. Og við skulum núna, því við erum akkurat að tala þetta, hérna, ef þú segir mér aðeins frá því, sko, hvar nálgast fólk upplýsingar og þetta fræðslunett og það? Já, okkar upplýsingar, sko, það var eitt af því sem þegar við settumst niður, þá ákveðum að tengja saman, ekki að bara búa til eitthvað nýtt eða þyrfti ekki, og við tengjum saman ljósið á Krabbameinsfélagið og erum með innkomin í báða þessa aðila og við tókum strax þá stefnu að meta hvað er fyrir hendi í Krabbameinsfélaginu, hvað er fyrir hendi í ljósinu og ef eitthvað vantar þá komum við með það.
og tengja saman á eitt stað aðgang að öllum þessum upplýsingum því það til gríðarlega mikið upplýsingum við það, bara nánast allt internetið, en þær eru mjög misvísandi. Þess vegna erum við inn á framför.is sem okkar vefsæði, þá getur þú strax bara valið, varstu að fá greiningu, ertu í virku eftirliti, ertu búin að ljúka meðferð eða ertu maki. Mjög aðgengilegt. Og þá eru sérhæfðar upplýsingar fyrir hvern hóp og hvern aðila á þeim stað sem hann er. Svo má ekki gleyma því að ef þú ert með hópis og þá sem eru búin að vera í meðferð, það er mjög mismunandi hópur og þeir eru mismunandi hluti. Og það sem markmiðið hjá okkur er að þú getur farið inn og valið í þessu fræðslunetti í framtíðinni. Það tekur okkur mörg ár að byggja þetta upp. Já, en þetta er vantarlega bara svona byggjast upp hægt og rólega. En þar kannski vill einn velja hvernig á ég eiga við þreytu, annar vill velja hvernig á ég eiga við svefn vandamál. Það er mjög mikið af vandamála sem fylgir meðferðum sem eru sérhæfð eins og bara þvagleiki og alls konar hlutir í kringum það og í sambandi við kynlíf og annað og þarna og núna í dag getur þú farið inn á vefinn hjá okkur og til þess fengið allar upplýsingar auka hjálpartæki og stuðning sem hægt að hafa í kynlífinu og það sá þáttur sem kannski hvað mest áhrif hefur á samband, þetta makasjúkdómur nefnilega. Það einmitt að það takmarkast geta oft á tíðin hjá þeir sem eru búin að hafa meðferð. Þetta er náttúrulega líka kannski einn af þeim hlutum sem fólk finnst erfiðast að ræða við aðra manneskju, þannig að það er örugglega mjög þægilegt fyrir marga að geta farið á heimasíðuna. Og við erum búin að vera núna í viðræðum við Áslaugu, kynlífsfræðing sem hefur verið bæði í ljósinu og Krabbameinsfélaginu, einmitt að fara á stað með vinnustofu sem heitir Kynlíf og nánd. Þannig að það sé bara opið fyrir þá sem vilja að komast í að skoða, ekki prófa, ég held að það getur orðið svolítið erfitt, en allavega átt að sjá því og fá lýsingar á því hvernig hægt er að eiga við þessar aukaverkanir. Því að þetta er bara ný veröld sem að fólk er að standa fram fyrir. Manst eftir, manst eftir þegar þú greinist og í rauninu, þú væntanlega manst eftir því þetta hefur verið. Já, mjög vel. Já, vakna ekki alveg fullt af spurningum? Jú, alveg fullt. Og hvernig gekk þér að svona greiða úr svona þinni hugsunarflækju? Misvel, sko. Ég var reyndar þegar ég greiðist í fyrraskipti var ég í höfuðborginni og þar var mikið af fagfólki sem ég var boðið að hitta og ég hitti, fór í viðtöl til og þannig að það svaraði mörgum mínu spurningum en þegar ég greindist aftur þá var dæmið töluvert öðruvísi, sko. Nú, af hverju var það öðruvísi? Ég fæ 5 ár sem að þetta verið allt verið í lagi, öll gildi í 0 og svo 2018 bara eftir blóðpröfu þá kemur ljós að þetta svokallaða PSA-gildi sem var mikið fyrst með það er stórhækkandi og ég er bara umsveiflega sendur hér á Akureyri í myndatökur og beinaskanna og annað og þá kemur ljós að þetta er komið í bein. Já, það hefur dreift sér í beinin. Já, og þá var eiginlega verra áfall, sko. Já, það er öðruvísi greining. Já, og þá sagði læknir, sko, að þetta er ólæknandi. Já. Og þá hugsa maður nú mikið en þú getur átt mörg góð ár framöndan en þú munt vera á lyfjum til æviloka. Hver löng sem hún verður, sko. Þetta er svona aðeins öðruvísi viðfangsefni. Já, og mér fannst reyndar líka í þessu, þegar greinist 2018, sko, þá er ég bara í Skagafirðinum og stundum mína vinnu og eina sem var hægt að gera það var bara að gefa mér lyf í töfluformi og það fékk ég raunverulega bara í apótekinu og fór heima þannig að ég satt bara heima raunverulega og vann mína vinnu eða þannig. Já. Og það var ekkert þetta utanumhald þá eins og var þegar ég greindist í fyrraskipti. Nei, og setti svolítið eitt með þetta bara. Já, og sem að var verra, sko. Já. Og þannig að ég var alveg heima halvið þangað til fyrir árið síðan þegar ég var orðinn svo verkjaður ég þurfti að fara þá fór ég svona verkjartillinni Geisla í Reykjavík og eftir það hef ég þurft að fara hér í lyfjagjöf annað mánuð á Akureyri og mun þurfa þess trúlega með inn í lyfi. Já. En alveg fram að þeim tíma fannst mér, sko, ég fá þarna 18-19 2 ár sem ég hékk raunverulega í lausu lofti. Já, það er svolítið óþægilegt. Og maður lendir svona í öldudal á andlegu hliðinni. Já, ég trúi því. Og það er bara svona eins og línuritt, sko, þú ert góð að slemma þetta. Já. Og það er ekki að fyrsta sem maður gerir það er að, í hvern get ég hringt til þess að tala við hérna á ég að hringi í ljósið eða hringi í Krabbameinsfélagið, maður gerir það ekki. Nei. Af því að ástandið á mann er kannski bara ekki það gott að maður geti það. Nei. Og þannig að ég er svo aftur komin inn í þetta núna, þennan pakka og það byrjaði dálítið þegar ég fór að fara hér á sjúkrahúsið á Akureyri fyrir árið síðan.
að þá hitti ég þar frábært fólk, bæði lækna og hjúkrunarfólk sem að tóku svolítið utan um pínlítið svona og þá fór svona að vakna fyrir manni að maður yrði náttúrulega að gera eitthvað. Það þýddi ekki bara að vera heima í einhverju eymd og volaði og varstu þá bara svolítið mikið eins og hann var að tala um að nota í rauninni makaðinn sem þinn aðal stuðningsaðila? Já, það var það raunverulega sko, já, það var bara þannig. Það er svolítið áhugavert nefnilega það sem að, sko, hann er að tala núna, en þess að við erum að fara að eiga fund með þakfara sérfræðingum greininguna. Fyrst eins og hann nefndi fyrir greininguna. Núna sko er klálega komið annað umræðum sem við þurfum að taka sem er greining nr. 2. Því það er ekki eins ferli virðist vera og hann upplifir það með allt öðrum hætti og við þurfum að skoða hvernig er einmitt umhverfið, bæði Krabbameinsfélagið, Ljósið, læknarnir og við, hvernig við getum komið að því að auðvelda greiningu 2. Já, og hún er náttúrulega líka oft svolítið öðruvísi. Já, greinilega. Hún er það og kannski bara þetta sko að fá þetta, þetta er ólæknandi, nú getum við ekki læknað þig. Já, það er svona eiginlega bara... Það er kjaftshöggi. Hætti maður ekki svolítið bara að heyra eftir þetta? Jú, ég held það sko, og svo náttúrulega kynni maður sér þetta, maður lesi og þetta bæði á netinu og í bókum, það er mikið efni til þetta og það verður ekki vera eitt sérstakt svar því að það er engin 2 krabbamein eins, virðist vera. Nei, einmitt. En þá er þetta sko að já, hvaðan ætti það að koma þessi stuðningur að koma manni í gang aftur og segja bara þetta verður allt í lagi, þú tekur bara þín lyf og þú reynir að vinna þína vinnu og getur og gera eins gott eins hægt er sko. En eins og makinn þinn, ég veit ekki, ef þið langar ekki að tala um það þá segir það bara, en þú veist, þetta hefur væntanlega verið erfitt fyrir hana líka. Já. Veistu hvort að hún eitthvað að nýta sér Ekki ennþá, en ég, svona í framhald af því sem ég verið að kynnast núna bara á síðustu vikum og í gegnum Guðmund, þá mun ég reyna og mun vilja fá hana til að virkja hana til að vera með þessum viðtölum sko, sem verið að bjóða. Það verið að bjóða fjölskylduviðtöl. Og núna veistu hvert þú ert að hringja? Já, nú veistu hvert þú ert að hringja sko, já. Og kannski er maður bara í betra ástandi núna til þess að þetta maður var sko, því að ég Þú ert líka sjálfur farin að vinna í þínum þörfum og þá náttúrulega verður eiginlega að draga hana með þér. Já, og málið er að sko ég hætti að vinna í vor og það var bara að ég hafði ekki orðið getu til að vinna eða ég gat unnið daginn en svo var ég bara í sófanum heima eftir það fram á svefntíma sko. Já. Og þá var þetta spurningi sko var þetta orðið á mikið og ég hætti að vinna og fór bara í þetta verkefni sem er raunverulega full vinna að vinna með þetta krabbamein, þannig lagað. Já. Að þetta er ekki... Ég hugsa að það sé góð ákvörðun hér. Já, og ég finn það alveg og ég veit að fólk í kringum mig segir sko, þú lítur miklu betur út núna. Þú lítur mjög vel út. Og þannig að kannski bara vinnum maður, væri konið aðra vinnu og hefur meiri tíma til að hugsa sjálf á sig og gera eitthvað fyrir sig og sína og... Maður hlýtur líka að hugsa svona aðeins öðruvísi þegar það er búið að segja við mann að maður sé ekki að fara að læknast. Já, þú hafir ekki kannski eins mikinn tíma eins og þú bjóst við áður en að þetta var sagt við þig. Þannig að þá kannski kann maður betur að meta þennan tíma sem að algjörlega og vill eyða honum í eitthvað betra en að hanga í vinnunni. Ég segi nú við marga sko, ég sé svo bullandi ofverku sko, að ég vil gera allt núna sko, labba á fjöll og fara á fjórhjól og hjóla á rammarhjólinu og bara gera allt og drífi þessu sko, eins og þetta sé bara allt að vera búið sko, en ég held að maður verði bara virkur og það er bara gott sko, því að bara líkamsrættar hreyfingar náttúrulega stór hluti að halda sér gangandi. Já, ég hugsa að maður hjálpa alveg lyfjunum líka með því að vera heilbrigður. Og segja það líka, bara halda sér og hreyfa sér og reyna að gera eitthvað sko. Ég hef ekki reynslu af krabbameini nema að vera aðstandandi, mjög náinn aðstandandi. Þannig að ég veit alveg hversu íþyngjandi það er að vera sko aðstandandi en á sama tíma þá vill maður aldrei vera neinn byrði á krabbameinssjúklingi. Þannig að maður passa sig á því að halda því fyrir sig. Þannig að ég held að það sé ofsalega gott að vera með þennan hóp fyrir konur sem að því ég á líka sko ömma mín og afi sem ég ólst upp hjá, þau fengu bæði krabbamein og afi minn fékk mitt blöðruhálskrabbamein og það er alveg svona heiminn og haf á milli hvernig þau tvö tókust á við sinn sjúkdóm. Hann dóa undan, þannig að hún var náttúrulega orðin ein þegar hún fær sinn sjúkdóm en við förum til hennar og erum hjá henni en hún var miklu opnari með þetta en hann var svona, ég held að eina sem við fengum hann til þess að segja var bara, já ég er nú bara fegin að þetta er ég en ekki þið
Það var svona nokkurn veginn og þar með það bara útrætt. Aðalsetningin ég fínn í lífið. Já, mér líður bara vel. En varðandi landsbyggðina, þú nefndir það, þá erum við í samstarfi við Krabbameinsfélag Akureyrar með kynningafund núna 19. Já. Og ætlum að koma, ég og Þráinn líklega og jafnvel fleiri. Væntanlega þá í netheimum líka. Já, og reynum að vísa á ég ætla að finna út af því hvort að tæknilega Krabbameinsfélag Akureyrar eða KAON geti gert það. Já. En við ætlum að kynna það starfsemi. Við getum hjálpað ykkur hérna. Já, það væri meiri háttar. Já. Og ætlum að kynna þessi starfsemina hjá okkur og við viljum fá alla hérna á þessu svæði sem með blöðruhálskirtilskrabbamein og makana með. Já. Og þar förum við einmitt svona yfir það hvernig við getum tekið þetta utan þetta heildarumhverfi eins og þú segir með makana. Makarnir eru hluti af þessu og verða að vera með í þessu og það þarf að taka ekki síður á umhverfinu þeirra heldur en hjá körlunum. Einmitt. Ætlið þið ekki að mæta? Jú, ekki spurning. Það ekki? Jú, það bara ekki spurning. Frábært, kaffitíminn búinn. Í alvöru? Já, við erum alltaf búin að vera bladra og mér líður eins og það sé búin að líða svona 10 mínútur en þátturinn í rauninni búinn en mér langar bara að þakka ykkur ofsalega mikið til að koma. Takk fyrir að tala þetta. Ég veit þetta ekkert auðvelt að tala þetta mál og ég er bara virkilega þakklát fyrir það að þið komið og ræðum þetta og ég bara vona að fólk sem heima að hlusta á þetta því að það eru nú margir sem að tengjast, hvort sem að fólk búið að lenda í því að annaðhvort greinast eða eiga eitthvað náinn sem greinist eða ekki, þá setur fólk samt og hefur áhyggjur af því. Það gerist kannski einhver tíma. Bara muna, 19. október klukkan 8. 19. október klukkan 8. Hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar. Já, og þið endilega farið inn á framför.is og það eru þið líka á Facebook síðu eða eitthvað svoleiðis. Já, allir á Facebook. Það allir á Facebook. Heyrðu, takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir að fá að koma. Takk fyrir að fá að koma, já. Já, og skál. Skál. Þetta bara kaffi, ég lofa. Það ekkert meira. Bara kaffi, Takk kærlega fyrir að horfa. Takk fyrir að mæta í kvöldkaffi til mín og við sjáumst aftur á mánudaginn að viku liðinni. Verið sæl.